Ég rek fyrirtæki Knitting Iceland sem fyrirtæki sem gerir ýmislegt en allt tengist að prjóni og prjónaskap í sinni víðustu mynd eiginlega. Þeir sem eiga erfitt með að skilja hvað þeir að tala geta frá og með núna skipt orðinu prjón út fyrir golf. Aðalverkefni mín snúast prjónaferðir og ég með útlendinga sem koma til Íslands og koma í prjónaferðir og þær fara þannig fram að ég skipulegg kannski heila viku með dagskrá sem inniheldur fullt af prjóni, alls konar námskeið, ferðir í prjónabúðir, jafnvel upp í Vestmiðju hjá Ístex, Álafoss, en líka fullt af íslenskri náttúru, Gullfoss og Geysi og fjöllin og firðina og allt það. Og svo þetta góðan íslenska mat og menningu. Sko batterið verður til 1988 og það gerist í kjölfar þess að Sigurður félag minn hann hafði unnið samkeppni nýbyggingu Alþingis. Og ég var þá að vinna á annarri stofu og svo endaði með því að hann vantaði einhvern sem gæti stutt hann og ég flyt þá yfir og við hefum bara rekstur á fyrirtækjum þarna sumarið og höfum verið saman síðan. Og við byrjuðum auðvitað smátt, vorum lengst af svona fyrstu, má segja, 5-8 árin lítið stúdíó og svo fór að fjölga hjá okkur fólki svona upp á 95 og urðum þetta 12 manns upp á aldamótum, fórum upp fyrir 30, duttum niður aftur og niður í 8 hérna í kreppunni og svo erum við komin upp í 30 manns aftur. Fyrirtæki tók til starfa sumarið 2004. Ég sjálfur búinn að vera hérna síðan í ársbyrjun 2005 og það hefur verið mjög stöðugur og jafn vöxtur í rekstrinum og afkoman verið mjög vel viðunandi. Á síðasta ári þá komu hér 80.000 gestir. Það að vísu verulega árstíðasveifla. Júní, júlí, ágúst afgerandi stærstu mánuðirnir. En þetta að dreifast yfir árið og hérna jákvæðar framtíðarhorfur. Hugmyndin að Primex er mjög gott dæmi sjálfbærni og hugmyndin kom frá Ramma. Þá ráku þeir stærstu rækjuverksmiðju á Íslandi og ekki síst vegna umhverfislega sjónarmiða þá var ákveðið að finna leið til þess að nýta rækjuskelina sem til féll. Síðan framhaldinu því þá farið að leita leiða og það maður sem hafði verið hérna á Síld í gamla daga, Dr. Ágúst Björnsson, hann starfaði í 10 ára hjá DuPont í Bandaríkjunum og vann við kítósan rannsóknir. Og þá var haft samband við hann og hann leiddi okkur áfram efni. Þetta var náttúrulega algjörlega nýtt fyrir öllum hér. En svo gerðum við samning við fyrirtæki í Bandaríkjunum að selja okkur tæknilega þjónustu til að byggja upp fyrirtækið. Við búum til ískrapavélar og búnað sem tengist því til þess að kæla fisk hratt niður eða aðra matvöru hratt niður og kæla það í öllu framleiðsluferlinu. Meiningin með þessu, tilgangurinn með þessu það að auka shelf life eða þann tíma sem að matvaran neysluhæf og auka gæði fisksins eða ávaxtanna grænmetis eða kjúklings eða því sem að verið að framleiða. Stærsta verkefni okkar náttúrulega tónlistarhúsið Harpa. Það verkefni sem að yfir 20 manns búin að vera að vinna hér í fyrirtækinu frá árinu 2004 og það ennþá verið að vinna við frágang og ýmsar innansleikir í því húsi. Þannig það verkefni sem að fyllir stóran hluti. Síðan var álverið á Reyðarfirði, þó að það sé ekki unnið í nafni batterísins, þá er það unnið í nafni dótturfyrirtæki sem að batterið á tæplega helmingi. Og svo núna erum við að vinna mikið til erlendis. Við erum að vinna í Winnipeg í Kanada. Þar erum við að vinna stórt íþrótta- og rannsóknarhús fyrir Manitoba háskóla sem við erum að ljúka hönnun á núna bara þessa dagana. Við erum verið að vinna verkefni í Noregi, menningarhús í Róm fyrir utan Bergen, unnum við fyrstu velunni samkeppni fyrir 2 árum síðan. Það nóg tækifæri.
Þetta byrjaði þannig að við fórum að stað hér á Íslandi sem útibú frá sprotafyrirtæki í Madison í Wisconsin. Þetta var sprotafyrirtæki út frá Wisconsin háskóla og fyrirtæki var stofnað í kringum nýja tækni, örflögutækni sem að vísindamenn þar höfðu þróað. Við störfum síðan náið með Madison undir nafninu Nimblegen allt til ársins 2007 þegar Roche samsteypan keypti okkur og síðan þá höfum við starfað innan banda Roche og breyttum nafninu yfir í Roche Nimblegen. Kítósan eru trefjar. Þetta er náttúruleg fjölliða sem er jákvætt hlaðin og binst auðveldlega við neikvætt hlaðin efni eins og til dæmis fitu og rauð blóðkorn. Við erum aðalega að fókusa á 3 markaði. Það eru fæðubótamarkaður og lausasölulyf til þyngdarstjórnunar og kólesterólækkunar. Það eru snyrtivörur og það eru sárabindi til að græða sár. Þetta eru allt verðmætir markaðir sem skila okkur auknum virðisauka og eru vaxandi. Möguleikarnir á notkun eru mjög víða. Skemmtilegasta dæmið var það þegar að 2009 að það var keypt vél til þess að framleiða ís, svona sykurkrapa á Roskildehátíðinni. þar sem að litlar vélar eru notaðar til þess að búa til svona marglitaðan ís með og án áfengis, og okkar vél var sett á bakvið vegna þess að litlu vélarnar höfðu ekki undan, og það var framleitt tonna á klukkustund ofan í litlu vélarnar sem að síðan skiluðu þessu til neytenda. Já, aðdragandinn á stofnuninni gengur raunverulega þó nokkuð langt aftur til áratugarins 80-90 þegar að samdráttur í sauðfjárrækt, og þá förum við hérna hjá Loðskinn, sem þá er í rekstri og enn er í rekstri, að horfa í kringum okkur hvaða hráefni við getum notað, og förum náttúrulega í það augljósa þar sem að fiskroð er út um allt á Íslandi og á þeim tíma var enginn að nýta það. Varan okkar er fyrst og fremst DNA-örflögur sem heita á ensku microarrays. Þetta eru tæki sem eru notuð til rannsókna í sameindalíffræði og erfðafræði. Við smíðum þessar flögur hér og sendum þær út til vísindamanna víða um heim, og þar eru flögurnar okkar notaðar til erfðafræðilegra rannsókna á mönnum, músum, plöntum og fleiri dýrategundum. Þannig að þetta eru fyrst og fremst rannsóknartæki sem við erum að smíða til útflutnings. Á síðustu árum höfum við síðan bætt við starfsemina hjá okkur. Við höfum líka þróað smíði á DNA-bútum eða DNA-röðum, og það er einmitt hér á rannsóknarstofunni hér sem við erum að smíða þannig búta. Og við erum líka með þjónusturannsóknir fyrir vísindamenn víða um heim, og þá tökum við að okkur að framkvæma rannsóknir með örflögutækninni okkar. Það hefur gengið ljómandi vel. Það er ótrúlega stór þessi markaður og vel afmarkaður. Og það er nóg af fólki sem er tilbúið til þess að nota peninga í áhugamáli sitt sem er prjón. Og Ísland er ofarlega í hugum margra, bæði þessar mundir út af ýmsum hlutum eins og jarðskjálftum og eldgosum og fjármálahruni og svoleiðis hlutum. En ekki síður bara vegna þess að við eigum okkur mjög djúpstæða prjónahefð og merkilegar kindur og góða ull, og þannig að Ísland hefur verið ofarlega á listanum hjá mörgum prjónurum í langan tíma.